Sælveriði, Ívar hér og velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætlum við að nýta flugu sem heitir Mickey Finn, sem alveg frábær fluga, nafntoguð. Við erum að nota Uni sem sé 8.0, Uni svartan, og við erum að nota Arex sem sé, þetta heitir Classic Streamer og þetta er númer 8 líka. Þannig við byrjum að festa hérna, festa tvinna niður á öngulinn og búkurinn á þessari flugu er flatt silfur og vöfin á fluguna er ávalt silfur. Flatta silfri höfum við hér, það er sem sé Uni millar og við bindum það niður snöggvast. Og svo erum við með sama merki Uni fyrir ávala silfrið sem er hérna. Það er vöfin á flugunni er ávalt silfur. Þannig að við vefjum þessu samsíða svona aftur á og svo fram. Klippum þetta í burtu. Og svo stoppum við ykkur staðar hérna, við ferum alveg fram að auga, við stoppum ykkur staðar hérna til þess að hafa pláss fyrir hausinn og vænginn. En þetta er algjört einkennismerki þessara flugu er vængurinn, það er að segja þessi guli og rauði vængur og þetta er rosalega góð fluga til þess að leita að fiski. Svona, þetta er þá komið hérna, klippum þetta í burtu, svona og svo kemur ávala silfrið yfir þetta. En þessi fluga er gríðarlega góð til þess að leita að fiski á vorin. Líka lituðu vatni, á leysingavatni, þetta er fín fluga í það. Hörkufluga, Mickey Finn. Svona. Og þá er það vængurinn, hann skiptist þannig, við byrjum á að setja gulan, 1/4, rauðan, 1/4, og svo aftur gulan, 2/4, þannig að þetta er svona, guli er meira ráðandi og þetta er þetta hérna, þetta kalfteil frá Vineyard sem ég er að nota. Og þá kemur fyrsti hluti af gulu hérna niður. Þetta gekk ágætlega. Næst kemur rauður. Rauði kemur hér. Og að lokum kemur guli aftur, sem er þá í meira magni heldur en fyrsti guli, þetta á að vera cirka helmingi meira. Hann kemur hérna yfir þetta. Svona. Nú kíkjum við hvernig það lítur út ykkar megin, þetta er í góðu lagi. Þetta er sko í góðu lagi. Þá klippum við þetta hérna til svona í cirka þessa stefnu, svona eiginlega í þá átt sem við þann halla sem við viljum hafa á hausnum. Svo er óhætt að taka dálítið svona þétt á þessu.
En þá þetta bara komið. Þá ekkert annað að gera nema að bara bregða á þetta hnút og lækki og þá allir bara ánægðir. Nei, ég allavega ánægður. Og með við lökkum þetta, þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og hvet ykkur til þess að gerast áskrifendur á rásinni ef ykkur líkar við vídeóin. Endilega deila vídeóunum og láta vina og vandamenn vita sem þið geti haft áhuga á þessu. En þangað til næsta vídeói þá þakka ég bara kærlega fyrir og við sjáum hress og kát. Og þetta bara komið hérna. Þannig ég segi bara takk kærlega fyrir, við verðum bara sjáum hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.